hrikalega ósanngjarnt að biðja sko því sem höfund að fara yfir bókina og fara að velja úr en hvað situr svona sko mest í þér eftir þetta ferðalag sögustæðina og slóðum Collingwoods, hvort sem það þá mynd, ljósmynd eða ljósmyndir eða staðir? Já, sko, eftir 30 ára flakk með Collingwood þá náttúrulega situr óbærslega margt í mér og það mjög erfitt og ósanngjarnt að biðja mann að fara að velja úr því. Það mjög ósanngjarnt. En auðvitað eru sko staðir sem sitja í manni, það eru svona líkil staðir, það er náttúrulega ákveðna kveikjur af þessu verkefni þegar ég svona að finna til dæmis út hvernig ég ætlaði að vinna verkið. 2007, á sumar 2007 var ég byrjaður svona að þreifa fyrir mér. Ég var svona farin að ákveða svona nálgunna. En hérna 2008 þegar ég er að keyra í Vatnsdalnum, þá sé ég hérna, horfi á strætisvagn sem ég hafði hort á hérna mörgu sinnum. Þetta er ótrúlegu vagn, það er eins og hann hafi verið þarna í landslæginu bara frá landnámi. Já, sko, það var einmitt það, sko, og maður fer hennar glæsilega dal, Vatnsdal, sem því miður alltaf fáir fara en Collingwood hreifst gríðarlega Vatnsdal, hún fannst sko Snæfellsnesið og Vatnsdalur vera fallegasta staður í Íslandi. Og hann kemur inn 18. júlí 1897, kemur inn og málar mynd, það kemur fram með Vatnsdalshólunum, sunnan við þá, og málar mynd þessi Jörundarfelli, hæsta fjalli Vatnsdal sést, og hnúkurinn og flóðið. Og ég síðan fer út á túnið þar sem ég hef síðan að strætisvagn standa árum saman og það tún hérna sem sést blettur sem sést á mynd Collingwoods og mér fannst einhvern veginn að þessi vagn væri svona vissan átt lykillaverkinu. Þetta væri svona vegaskilti sko í anda Collingwoods sem segði þér að fara hægri hringleið. Algjörlega og ég fór þessa hægri hringleið eftir honum. Það eru sko á milli þessar tveggja mynda hérna eru 112 ár og ég er að rannsaka einmitt bara, sko ég sýni veruleika nákvæmlega eins og hann eins og hann blasir við mér og annað mjög gott dæmi það að hann málaði ekki bara Collingwood, hann tók líka ljósmyndir, kom hérna með filmumyndavél og hér er mynd sem hann tók til dæmis af Íþöku 12. júlí 1897. Ég tek þessa mynd hérna af sama sjónarhorni, aðeins víðari mynd, sama dag, upp á dag, 112 árum síðar. Og hér sjáum við náttúrulega hvernig, við sjáum svo margt. Samtalið milli tímanna verður svo áhugavert, þegar maður fyrir að bera þessar myndir saman. En nota, eins og í öllum þessum myndum, þá er hann farastjórinn. Hann velur sjónarhornið eða staðinn sem ég mynd á. Og þarna myndast þetta samtal, það sem í þeim tilvikum að ég stillu pörunum, myndast samtal sem að mér finnst sjálfum mjög áhugavert og hefur verið gaman að leika sig með. Svo erum við með til dæmis dæmi um hans málunartækni. Hérna erum við mynd frá Kóngsbakka í Helgafellssveit og hér er í rauninni mynd Collingwood sjálfs. Hann gerir þetta skissu þegar hann kemur á Kóngsbakka og þegar hann kemur svo til Englands þá málar hann þessa mynd eftir skissunni. Þannig að hún er stærri heldur flestar hinna myndan hans. Þetta er mjög þekkt mynd, þessi hérna, kannski eina þekktustu myndum Collingwoods úr þessari seríu. Og hérna sést mjög vel hvernig hann tekur til dæmis Bjarnarhafnarfjallið og meiri sér sveitabæinn líka og sko hann virðist kannski setja hann í kannski 110% eða 15% sem að segja, hann tegir upp, hann lyfti fjöllunum þótt hann sé mjög nákvæmur hvað var það til dæmis form í fjallinu og þá sjáum við hvernig hann lyfti upp en jafnframt þetta er þrautþjálfaður vatnslitamálari og fagurfræðingur og hann náttúrulega er að vinna með myndbygginguna til að fá þessa fallegu skálínu þá sem að þess fallega að lyfta húsum til dæmis aðeins upp. En svo tek ég með ljósmynd hér 110 árum síðar og fer að rannsaka sjónarhornið þá sé maður til dæmis hvernig fjallið er frá þessu sjónarhornið, það er ekki svona vissulega afskaplega fallegt en það er aðeins öðruvísi. Það er svona tæki landið og hallið því svolítið upp. Áherslur og minn áhugi innan ljósmyndarinnar hefur breyst með gríðarlega mikið þótt ég hef alltaf jafn mikinn áhuga á miðlunum sem slíkum og þessum skráningamöguleika sem ljósmyndin býr yfir. Hvað varst að hugsa það fyrst þegar þú varst að byrja? Já, sko, sem strákur byrjaði ég sem sko íþrótta- og fréttaljósmyndari og það hefur aldrei vikið frá mér þessi áhugi á að fanga augnablikið. Ég náttúrulega verð fyrir gríðarlegum áhrifum sem unglingur frá fólki eins og Cartier Bresson og Ragnar Axelssyni sem eru báðir á sinn hátt sko sérfræðingar í að
ég fanga augnablikið í fréttum eða í mannlífinu. Og eitthvað sem gerist bara skyndilega og fyrirvaralaust og ljósmyndarinn svona nákvæmlega, viðstaddur, skráir. Já, vegna þess að myndavélin bara skráningartæki og svo þessi kennisetning Cartier-Bressons að fanga augnablikið þegar hugsunin og augað og hjartað verði eitt á sekúndubroti og svo það bara búið. Þannig maður þarf að ná bæði maður þarf að ná myndinni þannig að hún bæði hafi einhverja frásögn og innihald en sé líka sterk formrænt séð. Mér þykir þetta formrænt þátturinn alltaf mjög mikilvægur og formrænt þátturinn byggir óbættri þjálfun. Fólk þarf að hafa auga en það þarf líka að þjálfa þetta auga ofsalega vel upp. En þetta kemur inn í líka atriði sem nærvera ljósmyndarans og þar aftur kannski við tölum Cartier-Bresson. Það þessi nærvera og fjarvera ljósmyndarans. Hann áhorfandi, hann dokumenterar þetta augnablik en samt eins og hann hafi aldrei verið þarna. Já, mér finnst þetta nærvera ljósmyndarans opaslega mikið atriði. Ég hef alltaf verið þannig að það ofsalega taugarnar á mér þegar ljósmyndarinn verður atriði á vettvangi. Það finnst það mjög slæmt. Treður sér inn í svona atburðarrásin ljósmyndarinn á að fylgjast með. Það hans hlutverk, hann skrásetjarinn. Hann á ekki að vera með að mínum mati, það mjög sjaldan að gengur upp að ljósmyndari sé með yfirgang og hann setur mark sitt á atburðarrásina á einhvern mótandi hátt. Mér finnst það bara ekki áhugaverð nálgun. Það nálgun eins og til þess að Avedon var frægur fyrir. Það sem hann með yfirgangu frekju tók yfir vettvanginn. Ég hef aldrei haft áhuga á slíkri nálgun. En samt gerist þessi afstaða ljósmyndarans á vettvangi breytist samt mjög mikið eftir til dæmis bara hvað tækja notar. Og það mjög stór breyting hjá mér annars verið að vera að nota litla myndavélis og lækuna sem ég hef búin að nota nú á 3. áratug til að skrásetta til dæmis dagbókina eða fara yfir í myndavél eins og ég að vinna með núna mín svona stóru persónuverkefni sem stór blaðfilmuvél, plötuvél. Það sem setur upp 3-fót stóra handsmíðaða tré-myndavél sem mjög falleg og náttúrulega það fyrir ekkert að milli mála ljósmyndarinn mættur. Hvað þegar maður hverfur bak við dúkinn og segir fólkinu verið kjört vegna þess að það tæki 1 eða 2 sekúndur að taka hverja mynd. Og þá náttúrulega maður farin að hafa stjórn á vettvang hvað var það fólk á myndunum. Þannig að þetta breytt. Oft þetta breytt, en samt skiptir miklu máli hvernig maður gerir þetta. Þessi afstæð, ég samt mættur til að skrásetja uppákomur og atburði. Ef ég til dæmis tek portrett, þá náttúrulega tek ég ekki portrettið fyrir kannski eftir langt samtal við fyrirsætuna, þannig að traustið myndast og ég get velt fyrir mig hvernig ég vil gera hlutin, hvernig ég vil segja söguna. Þannig að tækin sjálf skipta máli hvað þetta varðar, en afstæðan samt svo sama á vettvangi. Ég náttúrulega uppalinn hérna í þessu umhverfi og nálgast Íslendingasögurnar allt annan hátt, nálgast þetta umhverfi allt annan hátt, allt aðrar forsendur og hef áhuga á svona mjög hlutlægri nálgun við raunveruleikann. En eins og segi, nota mér Collingwood sem fararstjóra og leið verður til þetta samtal og snertiflötur milli okkar áhugasviða, ef svo má segja.